Föstudags þátturinn heldur áfram og við ætlum að halda áfram á bókanótunum því að hingað til mín í þáttinn eru komin hjónin, bókaútgefendurnir og rithöfundarnir Ásgeir og Hildur frá Las Lesas útgáfunni. Verið hjartanlega velkomin og til hamingju með þessa bók akkúrat öfugt sem þið voru að gefa út. Takk fyrir það. Takk hérlega. Þetta er þriðja bókin sem kemur út hjá forlaginu, Las Lesas, ekki satt? Hvernig kom það til að þið fóruð að skrifa þessa saman? Sko, hugmyndin kviknaði nú fyrir löngu síðan þegar að dóttir okkur var yngri og hún fór nú svolítið sínar eigin leiðir svona í hinu og þessu og þannig svona kviknaði hugmyndin að bókinni og við fengum bara unnum þetta svolítið saman sem sagt alla bókina og það náttúrulega var bara alls konar áskoranir sem felast í því að skrifa bók saman. Já. Við náttúrulega erum ekkert sammála um allt en það var fínt að hafa svona hvort annað til að ræða málin og komast loksins næstum 2 árum seinna að niðurstöðu. Að niðurstöðu, já. Af því að fyrri 2 bækurnar sem kom út hjá forlaginu, þú skrifaðir aðra og þú hina, þannig að nú eru þau að leiða hest ykkar saman í fyrsta skipti sem höfundar. Já. Það sem er mjög spennandi og þetta akkúrat öfugt, það er titilkarakter bókarinnar. Já, þetta er sem sagt, við skrifum þetta þannig að þetta væri sem sagt kynlaus karakter og það er bara lesandans að ákveða hvers kyns hann er eða bara tala um barnið. Já, og markmiðið svona með bókinni er að sko virkja ímyndunaraflið bara hjá lesandanum og í gegnum bókina þá er það svona, gegnum gangandi að lesandi þarf að leysa hinn ýmsu verkefni sem að bara allir hafa gott að hugsa eins út fyrir ramman. Já. Og setja karakterin í bara hinnar ýmsu aðstæður. Já, og akkúrat öfugt gerir hlutina kannski oft einmitt akkúrat öfugt, er það ekki svolítið svoleiðis? Jú, það er svona, hann gerir þetta, hann karakterinn, tölum við það. Já. Hann gerir þetta sem sagt öfugt við það sem samfélagið telur eðlilegast. Og þess vegna er þetta svolítið krefjandi. Það er ekkert minna krefjandi fyrir fullorðinn einstakling að taka, það er svona ákveðin verkefni í bókinni sem eru skemmtileg og að taka það verkefni og leysa það. Það var að setjast niður og skrifa þessa bók var bara mjög krefjandi af því maður þurfti að snúa öllu við og hugsa þetta svolítið upp á nýtt, sko. Já. Og við leggjum svolítið upp úr því líka með okkar börn og svona okkur sjálfa. Við erum ekki alveg eins og samfélagi stýrir okkur, við viljum stýra þessu sjálfa. Þetta snýst svolítið að bara vilja vera maður sjálfur. Bara, og fá að vera maður sjálfur og það skiptir ekki máli. Nei, og þora því. Og þora, já. Algjörlega. Já. Einmitt. Og þið, veit ég, líka eru með fræðin á bakvið ykkur í þessu líka. Þið fengu barnasálfræðing með ykkur í lið. Já, við ráðfærðum okkur við fagaðila sem að gat þá bara að gefa okkur góð ráð hvað við getum gert og til að stuðla að að þetta sé þroskandi fyrir lesandann. Já, einmitt. Og bókin það getur verið villandi sko með svona, eins og segið, þið eru 2 ár að vinna bókina, þá hún sé ekki stór, þá er gríðarleg vinna á bakvið svona listaverk. Já, og það er hluti að því er náttúrulega eins og heldur á henni, þú sér hversu myndræn og skemmtileg hún er og við leituðum lengi að réttum teiknara. Já. Og við viljum halda líka öllu lokal, þegar við erum lokal, við erum hérna frá Akureyri, að ég held eina útgáfufyrirtækið á Akureyri, staðsett á Akureyri, en við fengum frábæran teiknara, Alessandru Guðný, til þess að teikna þetta og hún leysti verkefni alveg bara ótrúlega vel. Já. Og við erum svo ánægð með hana og uppsetningin og myndirnar eru svo frábærar. Og meiri segja kom margt frá henni sem að við settum í bókina. Já. Sem að, svona, af því að þú veist, við vorum bara búin þannig að svona bók er aldrei full mótuð. Nei. Þannig að þess vegna er hún svo opin, það er svo gaman að lesa hana, því að þú getur alltaf farið einhver aðra leiðir. Hún er pínu heimspekileg, skilur, þannig að það er ekkert rétt svar hana, skilur. Það er ekkert eitt sem að er. Nei, einmitt. Og hún er forvitnileg upp á það að gera þannig að við erum að leita alltaf að fólki héðan til þess að vinna með okkur. Og allir meira þess að taka það á næsta skref því að þið eru meira þess að leita að handritum, er það ekki rétt skilið hjá mér? Jú, við erum nú ætlum við að taka skref í að leita út fyrir
út fyrir sko heimilið. Já. Og hérna í fyrsta skiptið og núna auglýsum við bara eftir handritum, ef þú ert með eitthvað handrit og sendir það til okkur, þú finnur bara Las Lesas á Facebook. Já. Og það er linkur, þá getur þú sendt okkur hérna handritið þitt og það þarf ekkert að prenta þetta út, þú sendir okkur bara handritið. Já. Þannig að við erum ekkert að fara að fella einhver tré fyrir það. Nei. Þannig að við fáum það bara og svo bara kemur í ljós og við launum veglega og miklu veglegar heldur en aðrir gera með að þú kemur til okkar við herri prósentur af sölu og ýmislegt annað. Við erum lokal og við viljum gera þetta vel og núna erum við að leita að fólki. Frábært, það er mikil metnaður, heyri maður. Og bókin alveg einstaklega einmitt falleg og áferðarfalleg og það er bara greinilega mikið í hana lag. Já. Og þetta heyrist mér á ekki að vera fyrst á eina bókin akkurat öfugt. Nei, það er planið að þetta verði bókaflokkur þennan karakter. Já. Þannig að það er ætli sé ekki 2 ári næstu. Já. Nei. Það er á döfinni að skrifa fleiri bækur karakterinn. Það hlýtur að vera auðveldar að taka næstu bók fyrir sig. Við erum komin með teiknaran, við erum komin með karakterinn og hugmyndina og komin í æfingu. Já, þannig að við vonumst til að það komi út bók á næsta ári eftir. Já, æðislegt. Og hvernig var þetta ferli öðruvísi fyrir bókin þín? Hvað fjallaði hún? Hún var Guðjón og gula einhyrningabílinn. Já, einmitt. Sem að fara í smá ferðalag og hitta ýmsa karaktera. Já. Þannig að það er bara svona sögubók. Sögubók, já. Þannig að efnistökin töluvert öðruvísi. Já, bara allt annað sko. Og þín bók Ásgeir var svo eftir 14. jólasveinninn. Já, 14. jólasveinninn. Já, sem á náttúrulega við á þessum tímum. Já, það er 14. jólasveinninn og það er bara, hún fjallar svolítið mikið af hverju sá jólasveinn fekk ekki að vera með þessum 13. Já. Af hverju voru bara 13 sem fengu að vera með en ekki 14. Já. Þannig að því er svolítið svarað í bókina því þeir eru 14, þeir eru ekki 13. Einmitt, samkvæmt okkar skilgreiningu. Já, af hverju þessi eini skilin út undan. Já, hvers vegna og af hverju. Einmitt, þannig að ef maður heyrir það ykkur er náttúrulega ekkert óviðkomandi og ég veit að það er ekki margir sem að gefa út svona heimspekilegar bækur fyrir börn. Og fyrir hvaða aldur myndu þið segja að bókin væri? Svona 3 ára og eldri. Og eldri, já. En svo náttúrulega yngri börn hafa auðvitað gaman að skoða myndirnar sko, þó að þau séu kannski ekki endilega að leysa verkefnin sem að eru inn í bókinni. Nei, akkurat. En myndirnar náttúrulega eru svo litríkar og skemmtilegar þannig að í rauninni frá 0 bara. Já, og upp úr. Og ég held að sko, þegar að þú lest þetta með barninu sem er kannski 3-4 ára gamalt, þá verður það ekkert auðveldara fyrir þig að leysa þetta heldur en barni, sko. Þetta er jafn krefjandi að lesa og bara, wow, ok, hvernig hefur að gera þetta og það er ekkert sama svar. Nei, auðvitað. Þannig það er svolítið skemmtilegt, sko. Já, þetta er áskorun fyrir foreldrana líka. Fyrst og fremst er þetta náttúrulega bara skemmtileg saga þennan karakter og það að þú getur líka leikið svolítið sjálfur. Já. Og þetta kannski foreldrarnir með mun fastmótaðri hugmyndir út frá samfélaginu hvernig hlutirnir eiga að vera. Mögulega, þess vegna getur þetta verið erfiðar. Já, einmitt. Og þið voru með svona rafrænt útgáfuhóf áðan. Já. Og svo, hvernig lítur desember út? Er hægt að vera með einhverja upplestra eða það skýrist kannski bara með í næstu viku? Já, sko. Já, í rauninni eina kannski bara sem að er svona framundan akkur núna að það er bara útgáfa náttúrulega bara á bókinni og hún er á tilboði helgina. Já. Hún fæst í pennanum og við náttúrulega mælum bara með að sem flestir vesli á vefversluninni hjá þeim. Já. Núna. Og það er náttúrulega tilboð í dag, það er svartur föstudagur og þetta er enda bjartur föstudagur fyrir okkur, skilur við? En við vorum með einmitt rafrænt útgáfuhóf klukkan 5 í dag og það bara heppnaðist bara rosalega vel og það er svolítið öðruvísi að halda rafrænt sko, og vera live, en við gerðum það samt en við, eins og ég segi, það er inn á pennin.is og finnur allar upplýsingar það bókina, þú flettir upp bókina akkurat öfugt og þá sérðu í hvað verslunum hún fæst hérna á Akureyri og fæst í flestum verslunum pennans í Reykjavík og svo náttúrulega bara á pennin.is, getur þú panta hana bara. Já, æðislegt. Skorum á okkur að gera það í dag eða á morgun. Bara hjartalega til hamingju með þetta frábæra og fallega framtak sem eru akkurat og bara gangi ykkur vel áfram og takk fyrir að koma í þáttinn. Takk kærlega fyrir okkur. Takk fyrir.